Þá er komið að fjórða hlutanum úr 6. kaflanum í mannslíkamann, úr bókinni Mannslíkaminn. Getnaðarvarnir er eitthvað sem fólk notar til þess að koma í veg fyrir að það verði til börn þegar fólk hefur samfarir. Það eru til margar mismunandi tegundir af getnaðarvörnum en sú algengasta er smokkur. Smokkurinn er úr gúmmíi, hann er settur yfir getnaðarliminn. Sjáið hérna svona hvernig það er gert. Honum er rúllað upp á getnaðarliminn þegar hann er kominn í fulla reisn. En það eru líka til smokkar fyrir konur sem er komið fyrir inn í leggöngunum. Smokkurinn er örugg getnaðarvörn síðan notaður rétt. Það er helst að nota sæðisdrepandi krem með. En hann er eina getnaðarvörnin sem að ver líka gegn kynsjúkdómum. Hettan er síðan skál sem er sett upp í leggöngin og yfir eiginlega leghálsinn, kemur í veg fyrir að sáðfrumurnar komist inn í legið og þaðan upp í eggjaleiðarana. Lykkjan, það eru til nokkrar tegundir af þeim, en þeim er komið fyrir inn í leginu og það er komið í veg fyrir að frjóvgað egg geti komið sér fyrir hérna í slímhúðinni sem myndast innan á leginu. Pillan, eða getnaðarvarnarpillan, það er til margar tegundir af henni. Svo algengasta inniheldur hormón sem kemur í veg fyrir að það verði egglos. Sumar pillur koma í veg fyrir að eggið geti fest í leginu og svo framvegis, en þær hafa flestar áhrif á einhvers konar á hormónaframleiðsluna. Pilluna þarf að taka eftir mjög stífu tímaplani, það er 1 á dag í 3 vikur og svo kemur yfirleitt vika í pásu og svo byrjar nýtt spjald. Það skiptir gríðarlega miklu máli að missa ekki úr daga því það getur gert það að verkum að pillan hættir að virka í allavega einhvern tíma á eftir. En sé pillan notuð rétt er hún öruggasta getnaðarvörnin sem til er. Og þá erum við svo sem bara að tala hvað að koma í veg fyrir getnað en ekki, við erum ekkert að velta fyrir okkur kynsjúkdómum þar. Þar er smokkurinn að sjálfsögðu, hann er fjölhæfasta getnaðarvörn. Síðan er til eitthvað sem er kallað öruggir dagar. Þá hefur fólk kynlíf aðeins þá daga þegar að það er ekki hætta á að egglos eigi sér stað. Þá þarf að merkja inn í raun og veru á dagatal hvenær kona byrjar á blæðingum og þá er þetta að telja út dagana, það er sem sagt 11. ef að kona hefur blæðingar þá líða ákveðið margir dagar og það er búið að exa yfir hérna dagana sem að ekki má hafa samfarir. En þið sjáið að þetta eru nærri 2 vikur, þetta er svolítið langur tími. En svo kemur tími það sem en þetta er ekki rosalega nákvæm aðferð. Egglos getur alveg átt sér stað fyrr eða seinna og það sé ekki líklegt. Síðan er þetta að fara í ófrjósemis aðgerð. Það er ekki gert nema eftir viðtal við lækni. Og fólki er ekkert leyft í svona aðgerð í raun og veru nema það geti útskýrt mjög vel af hverju það vilji fara í svoleiðis aðgerð. Vegna þess að ef þetta er gert þá er eiginlega ekki snúið aftur tilbaka. Á körlum er klippt á sáðarásina sem liggur frá eistunum og hérna upp í og kemur niður í blöðruháskirtilinn og sameinast þar þvagrásin og leiðin út. Þetta hefur engin áhrif á kynlífsgetu en þetta hefur áhrif á hvort að sáðfrumurnar komist alla leið, þannig að þau verða ekki til börn. Það kemur áfram út sæði þegar karlmaðurinn hefur sáðlát því megnið af sæðinu er sáðvökvi sem myndast í blöðruhálskirtilinn. Sáðfrumurnar fara bara inn út í punginn og eyðast þar, er ekki fyrir neinum þar. Hjá konum er klippt á og saumað fyrir eggjaleiðarana, þannig að sáðfrumurnar og eggið mætast aldrei. Eggið stoppar bara hér og eyðist hér og sáðfrumurnar komast bara upp í legið og hérna út í að saumnum og svo komast þær ekkert lengra. Vönun er eitthvað allt annað, það er þegar eggjastokkar eða eistur eru fjarlægð. Það hefur áhrif á genkvötina því að þá
verða ekki til kynhormón sem verða til í eistum og eggjastokkum. Ef þetta er gert mjög snemma, þá missir fólk kyneinkenni. Karlar þeim vex ekki skegg og þeir fara ekki í mútur og svo framvegis. Ef þetta er gert fyrir kynþroska og konur, þær fá ekki brjóst og ekki mjaðmir. Þannig að fólk verður svona kynlausara í útliti. Þeir alveg með kynfæra áfram en þau virka bara voða lítið. Kynsjúkdómar eru sjúkdómar sem berast á milli einstaklinga með samförum eða mjög nánu kynlífi. Eina leiðin til þess að koma algjörlega í veg fyrir kynsjúkdóma er að lifa algjöru skírlífi, það er að segja lifa ekki kynlífi. En kjósi fólk að lifa kynlífi og hafa samfarir, þá er smokkurinn það eina sem virkar. Ég ætla að fara yfir helstu kynsjúkdómana. Klamydía er bakteríusjúkdómur. Yfirleitt einkennalaus, fólk getur gengið með hann mjög lengi án þess að finna neitt fyrir því. Þess vegna smitast hann tiltölulega auðveldlega því fólk er ekkert endilega meðvitað að það sé sýkt. Ef það eru einkenni þá er það yfirleitt roði við kynfæri og stundum er svíður manni í pínu þegar maður er að pissa. En ef það er ekkert gert þá getur þetta valdið ófrjósemi. Það getur hlaupið hérna upp í legið hjá konum út í eggjastokkan eða niður í búm hjá strákum og valdi mjög svæsinni sýkingu sem getur eyðilagt eggjaleiðarana eða eggjastokkana. Getur orðið mjög slæmt. Kynfæra vörtur eru bara svipaðar vörtur og fólk fær annars staðar á líkamann. Þetta eru stafar af veiru. Hérna sjáum við dæmigerða vörtu, þið getið ímyndað ykkur hvernig hafa þetta á kynfærunum. Það er hægt að taka vörtur, þær geta alveg poppað upp aftur. Yfirleitt fara þær að sjálfu sér á nokkrum árum, en það er hægt að setja á þetta smyrsli eða eitthvað sem flýtir því að þær fari en þær geta alveg poppað upp aftur. Það er ekki til nein alvöru lækning við vörtum. Kynfæra áblástur herpes. Þetta er samskonar frönsur og fólk fær í kringum munninn. Þetta er í raun og veru sama eða mjög svipuð veira. En þeir sem hafa fengið frönsu á munninn, þeir vita að þetta er óþægilegt og það er ennþá óþægilegra að fá þetta á kynfærin. En þetta er veira sem maður losnar í raun og veru ekkert við. Hún er bara þarna áfram, maður fær frönsurnar annað slagið. Sem betur fer að þá er það ekkert endilega mjög oft, en getur ef það er eitthvað, maður er ekki heilsu eða eitthvað svona, maður er í ójafnvægi, þá kemur þetta oftar. Það er ekki hægt að lækna þetta, en það er hægt að bera eitthvað á þetta þannig að flýta því að þetta hjaðinni aftur, minnka óþægindi. Lekandi er ekkert ósvipaður og klamydía, en er annar sjúkdómur samt sem áður. Sárasótt er sem betur fer nærri horfin. Við sjáum hérna dæmi einstakling sem er komið með sár út allan líkamann. Þetta er sem betur fer nærri horfið hér á Íslandi. Og það síðasta sem ég ætla að fara yfir er alnæmi eða HIV. Veiran heitir HIV og það er talað að fólk sé HIV jákvætt þegar það hefur smitast af veirunni. En það getur gengið með veiruna í líkamannum í mörg ár áður en það verður raun og veru lasið. Þessi veira, hún ræðst á ónæmiskerfið og eyðileggur það í raun og veru þegar fólk er komið með alnæmi sem er lokastig sjúkdómsins og þá er fólk orðið frekar lasið. Og það sem gerist er að ónæmiskerfið í raun og veru eyðileggst og þá er það ekki alnæmið sem að deyðir fólk heldur einhverjir aðrir sjúkdómar sem að venjulegt ónæmiskerfi ræður leikandi við, en þar sem það er ónýtt að þá ræður líkaminn ekki við það og fólk deyr. Alnæmi það er ekki hægt að lækna það. Ástæðan er sú að veiran, sem þið sjáið hér, er gríðarlega flókin. Þetta er svokölluð öfugt afritandi retro-RNA veira. Ég veit að þetta sagði ykkur ekki neitt, en það sem þetta þýðir er að hún stökkbreytist og breytist mjög auðveldlega. Þess vegna er svo erfitt að búa til lyf. Það er alltaf að verða til ný og ný veira. Lyfin sem er verið að gefa í dag, þetta eru lyfjakoktelar, þess að blanda af mörgum lyfjum, þau halda sjúkdómum niðri, koma í veg fyrir að fólk fái alnæmi
sem lokastig sjúkdómsins, en þessi lyf eru mjög sterk. Það tekur tíma að finna rétta blöndu hvað passar hverjum og einum. Fólk getur orðið mjög lasið á meðan verið að finna út úr hvaða kokteil passar. Og þó að það sé búið að finna rétta blöndu, þá getur sú blanda allt í einu bara hætt að virka og þá þarf að byrja upp á nýtt. Þannig að það að vera með alnæmi getur verið mjög erfitt, en dánartíðnin minni en hún var áður. Það er misskilningur hjá fólki að halda að alnæmi sé sjúkdómur sem berist aðallega á milli samkynhneigðra. Þetta byrjaði vissulega sem sjúkdómur sem barst meðal samkynhneigðra karlmanna sérstaklega, en í dag á Íslandi þetta aðallega sprautufíklar sem að nota sömu nálar sem að smitast og gagnkynhneigðar konur. Það er að segja konur sem ekki samkynhneigðar. En sem betur fer þá hefur tíðni alnæmis heldur minnkað á Íslandi á síðustu árum. En þá þessu lokið.